Já, góðan daginn og verið velkomin á þessa kynningu á uppgjöri hampiðunar fyrir árið 2025 og við förum bæði yfir síðasta ársfjórðung síðasta árs og líka árið í heild sinni. En áður en að við förum í reikningin sjálfan þá ætla ég að fara svona yfir það sem var helst að gerast á síðasta ársfjórðungi og sýna ykkur eitt myndband stofnun Eldis, fyrirtæki sem að við stofnum núna áramótin. En fyrst varðandi helstu atriði starfseminni á fjórða ársfjórðungi. Þá var sala samstæðunar á ársfjórðungnum var lægri heldur en búist var við, en hærri en á sama ársfjórðungi 2024 vegna félaga sem bættust í samstæðun á árinu, Kohinoor og International Rope Braids í Ástralíu. Nú sérstaklega dróst sala á veiðarfærum við Norður-Atlantshaf saman og það tilkomið vegna kvótaskerðinga í makríl, kolmunna og þorski í Barentshafi sem að taka gildi á þessu ári. Bann Evrópusambandsins við sölu til tveggja stærstu rússnesku útgerðanna sem veiða á sameiginlegum fiskistofnum Noregs og Rússlands í Barentshafinu, Murman Seafood og Nørrebro, ásamt nýju viðskiptabanni ESB á sölur á öllum vörum úr stáli, dró töluvert úr sölunni í Norður-Noregi. Nú aukin samkeppni í veiðarfæragerð í Færeyjum hefur einnig haft áhrif með auknum þrýstingi á verð og það gildi bæði Færeyjar og Grænland. Nú veiðarfærasala í Danmörku, Skotlandi og Bandaríkjunum var hins vegar meiri en á sama ársfjórðungi 2024. Og sala til fiskeldis á Norður-Atlantshafi var svipuð og fyrir árið síðan. Og sala nýja fyrirtækisins okkar, Kohinoor á Indlandi, var á síðasta ársfjórðungi framar væntingum. Í byrjun desember þá var kynnt sameining allra starfsemi samstæðuhampiðunar sem tengist fiskeldi í eitt alþjóðlegt félag sem fékk nafnið Eldi. Og starfsemi nýja félagsins hófst núna í byrjun janúar og hefur farið afar vel af stað. Starfsmenn eru rúmlega 500 og velta þessa starfsþáttar í samstæðunni 2025 var 112 milljónir evra eða sem samsvarar 16 milljörðum íslenskum krónum. Nú, ég ætla að sýna ykkur hér myndband sem kynning á stofnun Eldis og hvernig sem sagt við erum að sameina félög í þetta nýja fyrirtæki sem að taka við öllu í fiskeldinni. A Faroese industry leader in aquaculture, a Norwegian powerhouse with the world's largest service network, a world-renowned expert in producing and delivering salmon lice skirts. What do they have in common? A relentless drive for innovation, a commitment to quality, a deep connection to the Nordic seas. And now they are all part of Hambijan. It's a new era for us. We need to create a brand that can unite us, but also carry the strong heritage of the three companies forward. A brand that combines the strength of Vonin aquaculture, Murnod aquaculture, and Fisk protection. Three strengths, one vision, a new wave in aquaculture. But a new era demands a new name. A name rooted in our heritage, but built for the future. Meet Eldi, a distinct Icelandic word that embodies the industry we operate in. A name that honors our history and our dedication. Eldi is inspired by the Icelandic word for cultivation, because we create opportunities for aquaculture companies to grow and prosper. The word Eldi first appeared in the year 1117, describing the obligation of taking care of and bringing up animals. And today it anchors the language of modern aquaculture. It's a word found nowhere else, a name as unique as the company it represents. It's a stamp of quality. So when you see the name Eldi,
you can always expect more. We are constantly seeking new ways to push the industry forward, always staying ahead of the curve, whether it's in LD innovation, LD solutions, LD nets, LD protection, or LD services. We expect more from ourselves, so you can expect more from us. Expect more quality, more expertise, more service. Expect international experience and relentless product development. With us, you can expect end-to-end aquaculture innovation. We are LD. Expect more. Og þá veitir allt hvernig eldi var til og hvaða félag að standa af því. En eins og ég nefndi áður þá þetta farið virkilega vel að stað og sérstaklega það ánægilegt að sjá hvað viðskiptavinirnir eru ánægðir með stofnun fyrirtækisins því að þeir sjá fram á að fá öflugri þjónustu og meiri vöruþróun og betri stuðning heldur en áður. En við ætlum að vinda okkur í að skoða rekstrarreikninginn fyrir fjórða ársfjórðung 25 og eins og komið hefur fram áður þá var þetta ekki sá besti ársfjórðungur sem við höfum haft hér í handbyrðinu því að það var sem spilaði inn í lok síðasta árs. En salan, hún varð meiri heldur en ári áður. Fór í 82,1 milljón evra á móti 77,8 árið 2024 að hækka 4,3 ár. Og því sjáum við að árið 2024 stjörnumert og þetta kemur til af því að við lögðum að starfsemi á síðasta ári og samkvæmt EFRS þá þurfum við að breyta tölum í uppgjörun þannig að samanburðartölurnar séu sambærilegar. Og þarna sjáum við þróun veltunar eftir ársfjórðungum og þessar dökklitar sýna samsvarandi ársfjórðunga í lok hvers árs undanfarin 3 ár, 82,1 í lok 25, 77,8 í lok 24 og 75 í lok 23. Þarna var líka að sjá að annar ársfjórðungur yfirleitt okkar besti ársfjórðungur. Það þegar að fer svona koma fram á sumarið og vera að afhenda veiðarfæri og slíkt fyrir vertíðarnar. Nú rekstrargjöldin án afskrifta sem voru 68,9 milljónir evra fór í 75,5 milljónir eða upp 6,6 milljónir evra. Og EBITDAn sem var 8,9 milljónir evra eða 11,5%, hún fór í 6,6 milljónir evra eða 8% og EBITDAn lækka á milli ársfjórðunga, þessari ársfjórðunga 2,3 milljónir evra. Og þarna sjáum við EBITDAn eftir ársfjórðungum, 25 6,6, 24 8,9 og 23 þá var hún 7 milljónir evra. Og þarna endur tekur munstrið sig að mesti hlutin af EBITDAn eða hæsta EBITDAn að koma þarna öðrum ársfjórðungi. Nú afskriftir voru 3,3 milljónir, voru áður 3,2 milljónir, að hækka þarna á milli ára. Þarna náttúrulega Kóinor með mikinn vélakost að koma inn í afskriftinnar. Þannig að rekstrarhagnaðurinn sem var 5,6 milljónir evra 24, hann var 3,3 milljónir og að breytast þarna lækka 2,3 milljónir evra. Fjármunatekjur, og þetta dálítið sérstakur liður hjá okkur því að þegar við buðum út nýtt hlutafé 2023 að þá var hlutafjáraukningin, hún var ætluð í tvennt að borga niður, greiða niður laun eða skuldir Mörunótt og að byggja upp í Litáen.
En síðan þegar að leið aðeins frá að þá opnaðist möguleiki á að eignast fyrirtæki Koinor á Indlandi og það var til þess að seinka uppbygginguna eða við hættum alveg við uppbygginguna í Litáen og ákvaðum að byggja upp á Indlandi í staðinn og það var til þess að við geymdum helming af hlutafjáraukningunni inn á reikningi í íslenskum krónum og fengum að því góðar vaxtatekjur og þessar vaxtatekjur á síðasta ársfjórðungi 24 voru 2,2 milljónir evra en síðan kaupum við Koinor og greiðum fyrir með stærstu hluta af því sem við vorum með inn á reikningi. Þannig að vaxtatekjurnar, fjármannatekjurnar fara úr 2,2 milljónum evra í 0,7 milljónir evra. Þess lækka 1,5 milljón evra. Nú fjármagnsgjöldin, þau hafa lækkað á milli ára, fóru úr 3,6 í 3 milljónir og þetta árangur af að við erum stöðugt að ræða við lánin okkar og þrýsta kjörunum niður og það hefur tekist. Þannig að fjármagnsgjöldin eru lægri heldur en áður, munar 600.000 evra. Síðan kemur annar mjög sérstakur liður en það gengismunur. En í lok ársins 24 þá kemur inn mikill jákvæður gengismunur upp á 1,5 milljón evra sem var stærsti hlutin af gengismun þessa árs sem var rétt 2 milljónir. En síðan í lok síðasta árs þá þessi gengismunur á sama ársfjórðungi 200.000 evrur. Og þarna sveifla 1,3 milljónir evra. Og síðan með hlutdeildarfélög. Þetta nú mest Sílnet í Færeyjum sem kemur inn með 100.000. Var neikvætt 100.000 fyrir árið síðan. Þannig að fjármagnsgjöldin í staðinn fyrir að vera jákvæð 100.000 24 að þá það neikvæð 2 milljónir á fjórða ársfjórðungi 25. Munar 2 milljónum evra. Nú hagnaði fyrir skatta sem var 5,7 varð 1,3. Breyting 4,3 milljónir niður. Og síðan tekjuskattur 600.000 24 og 900.000 25. Þannig að hagnaður af áframhaldandi starfsemi, hann var 24,5 milljónir evra en 400.000 núna á síðasta ársfjórðungi. Breyting 4,6 milljónir evra. Og hérna sjáum við Súlurit, svipað og hinn sem við vorum að skoða hér á undan, að fjórði ársfjórðungur núna með 400.000 og síðan ef við lítum á fjórða ársfjórðung 24 með 5 milljónir, að þá munar mest vaxtatekjurnar og gengismunin og síðan á þessum ársfjórðungi þá fengum við inn 1,6 milljónir evra sem var það fyrsta sem við fengum út úr stóra fiskeldisverkefninu í Sádi-Arabíu hjá fyrirtækinu Neo. Og síðan ef við förum aftur til 23 og þá var það líka 400.000 evrur. Nú síðan lögðum við af starfsemi á síðasta ári til þess að hagræða. Framleiðslu fyrirtæki Poldan í Póllandi og Mørenot Danmark í Danmörku. Stærsti hlutin af þessu kom í uppgjöri fyrir fyrstu 3 ársfjórðungana. En síðan voru eftirreitur sem voru 600.000 evrur á síðasta ársfjórðungi og til samanburðar þá voru svipaðir liður í lok 24 300.000 evrur. Þannig að hagnaðurinn sem var 4,8 milljónir 24 að hann 200.000 evrur í tap á síðasta ársfjórðungi og þarna breyting 5 milljónir evra. Og við förum síðan í uppgjöri fyrir 2025 fyrir allt árið. Þá sjáum við aðeins öðru tölur. Salan 2024 hún var 311 milljónir
en fer í 359,7 milljónir á síðast ári. Eykst þarna 48,7 milljónir eða 15,7%. Og þarna sjáum við rekstrartekjurnar hvernig þær hafa þróast undanfarin ár. 359,7, 24 þá er 311, en vel að merkja að þið kikið í ársreikningin þá munið sjá töluna 318,8 milljónir. Þetta er þessi leiðrétting sem að verður til út af aflagri starfsemi. 23, 322 milljónir. Og það er hérna 23 að þá fyrir hluta ársins þá erum við að eignast Mörnót og núna semst á í febrúar á síðast ári þá vorum við eignast Kohinor og IRB. Ef við förum að lengra aftur í tíman, 2016, það var árið þegar við eignuðumst Vónina í Færeyjum. Á tvöfaldaðist velta hampiðinnar. Nú, þetta er alltaf áhugavert fyrir okkur að skoða hversu stór hluti af rekstrartekjunum eru á Íslandi og salan á Íslandi var alveg prýðilega á síðast ári, þannig að þrátt fyrir að Kohinor kemi hérna inn í samstæðuna að þá er hlutfallið samt 10% hér á Íslandi, sem að er þá 90% sem kemur til okkar erlendis frá. Nú rekstrargjöld án afskrifta sem voru 273,4 milljónir voru á síðast ári 320,1, breytist þarna 46,7 milljónir evra og er að hækka þarna 17,1% á milli ára. Og EBITDAn sem var 37,6 að hún varð 39,6 og er hækkað 2 milljónir evra á milli ára eða 5,3%. Og EBITDA hlutfallið sem var 12,1% varð 11% á síðasta ári. Og hérna sjáum við hvernig EBITDAn hefur þróast. 25, 39,6, 24, 37,6 og 23, 37,5. Nú, það voru tveir liðir sem voru svona mjög einstakir á síðast ári, aðalega tengdir kaupunum á Kohinor á Indlandi. Þannig ef að tökum þessa liði út úr myndinni og aðlögum EBITDuna að þá væri þetta 37,6, 24, samsvarandi 40,4 milljónir í fyrra. Fer úr 12,1% í 11,2. Er að hækka 2,8 milljónir eða 7,4%. Nú, þarna koma inn afskriftirnar, 14 milljónir 24, fara í 15,3, er að hækka 1,3 milljónir evra. Og þarna er náttúrulega Kohinor að koma inn með sínum afskriftum. Þannig að rekstrarhagnaðurinn hann fer úr 23,6 í 24,3 og er að hækka 700.000 evrur á milli ára eða 2,9%. Þannig að þarna sjáum við efri hlutan af uppgjörinu og núna komum við að þessum liðum sem vorum að fjalla áðan, fjármunatekjunum og gengismun og vaxtakostnaði og slíku. Þannig að sjáum við að fjármunatekjurnar breytast þarna mjög mikið á milli ára, fara úr 4,7 milljónum evra í 1,6 milljónir evra, er að lækka 3,2 milljónir evra. Fjármagnsgjöldin, þau eru að lækka, fara úr 13,5 miljón í 12,7, þannig að koma inn 800.000 til bóta. Gengismunurinn hins vegar, hann sveiflan á milli ára gríðarlega mikil. Að við vorum með 2,1 miljón í gengishagnað 2024, en í gengistap 2025 var það 1,9 milljónir evra. Þannig að sveiflan á milli ára eru 4 milljónir evra. Og síðan koma inn hlutdeildarfélögin
með 200.000 24 og 100.000 25. Þannig að fjármagnsgjöldin sem voru 6,4 milljónir evra eru árið 2025 13 milljónir evra. Þarna munar hvorki meira né minna heldur 6,6 milljónum evra. Og þetta hefur náttúrulega gríðarlega áhrif á uppgjör ársins. Nú hagnaðurinn fyrir skatta sem var 17,2 verður 11,3 að breytast þarna 5,9 milljónir evra. Tekjuskatturinn sem var 2,9 varð í fyrra 2,5 milljónir og síðan þá hagnaður áframhaldandi starfsemi sem var 14,3, hann í ár 8,8 milljónir, eða í fyrra rétt að segja. Og þarna sem sagt þessi liðir, fjármagnsliðirnir að hafa svona mikil áhrif á uppgjörið þótt að salan sé að aukast og EBITDAn sé að hækka, að þá eru fjármagnsliðirnir að taka það tilbaka. Og hérna sjáum við súluritt sem sýnir hagnaða reglulegri og áframhaldandi starfsemi og þarna búið að taka út árunum fram til 2016 og voru með hlutdeildartekjur af HB Granda sem hét þá og síðan 2016 þeir seldu hlutabréfin í HB Granda til þess að kaupa vonina í Færeyjum. Þannig að þarna sem sagt eiginlega hreint súluritt yfir hagnað af reglulegri starfsemi sem var þá 8,8 2025, 14,3 2024. Og þessar tölur eru leiðréttar miðað við aflögðu starfsemin eins og ég myndist á áðan. Nú, við lögðum að þessa starfsemi í Danmörku og Póllandi á síðasta ári og heildarkostnaðurinn við það var 2,9 milljónir evra. Þannig að hagnaðurinn 2024 14 milljónir, að í fyrra var hann 6 milljónir evra. Að lækka þarna 8 milljónir evra á milli ára. Nú ætlum að greina þarna EBITDuna betur og sýna ykkur hvernig hagnaðurinn og sjóðstreymið þarna hefur þróast yfir árið og Emil Viðar fjármálastjóri hann ætlar að taka við og fara aðeins í gegnum það. Já, takk fyrir. Við ætlum að byrja á því að fara yfir EBITDA-brú ársins, þar sem við förum hvernig EBITDA-n var á árinu 2024 og hvaða liðir að breytast leið okkur í EBITDA ársins í ár, eða 2025. En þá sjáum við að EBITDA 24 var 37,6 milljónir evra. Tekjurnar eru aukast 48,7 milljónir á árinu 25 frá 24. Framleiðslukostnaðurinn hann eykst á móti 35,2 milljónir evra og rekstrakostnaður er að aukast 11,5 milljónir. Þetta leiðir okkur í 39,6 og svo eins og Hjörtur kom inn á áðan þá er einskiptis kostnaður á árinu, einhvern tengdur kaupunum á Kóanúr, 787.000 og þá aðluguð EBITDA ársins 25 þá 40,4 milljónir. Ég ætla að fara aðeins líka yfir hagnaðarbrú, hvernig við förum úr hagnaði áframhaldandi starfsemi 24 sem var 14,3 milljónir yfir í hagnaði áframhaldandi starfsemi 25 og svo niður í lokatöluna í rekstrarreikningum. En EBITDAn er aukast þarna á milli ára rúmar 2 milljónir evra. Á móti eru afskriftir að aukast 1,3. Fjármagnsgjöldin, fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld eru að minnka þarna á milli ára, kostnaður að aukast 2,4 milljónir. Og síðan kemur þessi stóra tala sem Hjörtur myndist á áðan í gengismun, neikvætt á milli ára 4 milljónir. Tekjuskatturinn er að lækka 440.000 og afkoma hlutafélögum er að lækka 127.000. Þannig að hagnaður af áframhaldandi starfsemi er 8,8 milljónir. Síðan kemur inn þarna til viðbótar aflögð starfsemi, 2,9 milljónir og hagnaður ársins 2025 5,9 milljónir.
þetta er bara 6 milljónir evra. Ég ætla líka að fara yfir sjóðstreymisbrú, hérna hvernig við förum, hvernig handbært fé hjá samstæðunni að breytast á árinu. En við fyrsta þá var handbært fé 41,4 milljónir, EBITDAn 39,6. Á móti kemur kostnaður út af aflaðri starfsemi, 2,9 milljónir tæpar. Rekstratengdar eignir og skuldir rekstratengdar eignir aukast umfram skuldir 8,5 milljónir, þannig að við erum að binda 8,5 milljónir í rekstratengdum eignum. Vextir og skattar hafa neikvæð sjóðstreymisáhrif upp á 14,4 milljónir. Fjárfestingarhreyfingar, aðrar heldur en fjárfestingar í dótturfélögum eru 18,4 milljónir á tímabilinu og við fjárfestum í dótturfélögum fyrir 23,7 milljónir. Á móti þessu eru að taka bankalán 18,2 milljónir. Innborguð aukning á hlutafé frá minni hluti í dótturfélögum, við jukum hlutaféð í Kóinor á Indlandi til þess að greiða fyrir landið sem við keyptum þar. Og þetta er sem sagt hlutdeild minni hluta í þeirri hlutafjáraukningu. Þeir lögðu fram 24,9% á meðan við lögðum fram 75,1%. Síðan er greiddur arður 5,3 milljónir, svo kemur gengismunur af handbæru fé 888.000 og svo var handbært fé frá keyptu dótturfélagi 129.000 og samtals er þetta 26,4 milljónir handbært fé í Oslo. Ég ætla að fara líka aðeins yfir efnahagsreikninginn og helstu breytingar í honum á milli 24 og 25. Ef við byrjum í fasta fjármunum, þá eru varanlegir rekstrarfjármunir að hækka 13,3 milljónir. Skýringin þar er einkum tilkoma Kóinor inn í samstæðuna. Óefnislegar eignir eru að hækka 18,5 milljónir, fara úr 86,6 í 105,1 milljón í árslok 25 og það er sama þarna er einkum að ræða goodwill eða viðskiptavild eða yfirverð út á kaupunum á Kóinor en þá eftir að framkvæma kaupverðsútdelingu. Hún verður framkvæmd núna á fyrsta ársfjórðungi þessa árs og mun þá koma inn í reikningana okkar frá með fyrsta ársfjórðungi. Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum er að hækka 100.000 evrur, eignarhlutir í öðrum félögum sem þá einkum hlutur okkar í síldavinnslunni er 2,2 milljónir evra, breytist ósköp lítið á milli ára. Skuldabréf og langtímakröfur eru að aukast 1,8 milljón evra á milli ára og tekjuskattsinneignin er að hækka þarna töluvert 1,8 milljón og þarna er einkum að ræða áhrif af tilkomu Kóinor inn í samstæðuna hjá okkur. Og þetta hefur áhrif á gjaldfærðavexti í rekstrarreikningi á móti. Já, fasta fjármunir voru 274,7 í árslok 24, eru 310,3 í árslok 25, þess að aukningum 35,6 milljónir. Síðan eru veltufjármunir, þar eru byrðir 138,4, voru 126,7 í árslok 24, voru þarna aukast 11,7 milljónir. Ég er með smá glærur hérna á eftir þróunin í byrðum. Viðskiptakröfur eru að aukast 5,3 milljónir, fara úr 66,6 milljónum 24 í 71,9 í árslok 25 og handbært fé er að lækka 15 milljónir fer úr 41,4 í 26,4. Síðan eru eignir vegna aflaðra starfsemi, þetta tengist framleiðslu á flotringjum fyrir fiskeldi sem er í Danmörku upp á 400.000 evrur og það er búið að ganga frá sölu á þessu, það var gert bara alveg í upphafi árs. Veltufjármunir samtals eru þá 237,2 milljónir evra en var 234,8 eða aukningun 2,5 milljónir. Heildareignir þá 547,5 milljónir var 509,5 í árslok 24, aukningum 38 milljónir. Aðeins byrðir innan samstæðanar, þá eru byrðirna núna 138,4 eins og ég kom inn á áðan. Kóinor er með áhrif að Kóinor í byrðir samstæðanar er cirka 7 milljónir
í árslok, munur hérna á milli ára. Skýring á annari hækkun einkum svo eins og Hjörtur kom inn á í upphafi að velta á þessum ársfjórðungi var minni en menn bjuggust við og það skila sér sérst í að það sé aukin, að það sé aðeins hærri byrðir þá í árslok heldur en voru. Og einnig var eitt dótturfélag okkar í árslok 24 með svona óvenju lága byrðastöðu sem eru núna svona á eðlilegum stað. Við förum aðeins yfir velturhraðan og þá sjáum við að hann nú aðeins að aukast þrátt fyrir að byrðirnar hafa hækkað, hann 1,42 á árinu 25, var 1,33 á árinu 24 og við viljum svo sjá hann halda áfram að aukast og hann við náum markmiðinu okkar að lækka byrðastöðu samstæðanar. Og það má sjá hérna, ef það farið lengra aftur að 1,42 svona í takt við það sem var að gerast en hérna á COVID-árunum 20, 21 og 22 þá má sjá hvað veltur hafði dettur niður. Þá varð ákveðin aukning þá varð svona byrða aukning í samstæðunni. Ef við förum síðan í skuldahliðina þá sjáum við að langtímaskuldir að aukast 13,4 milljónir, voru 127,6 í árslok 24, 141 núna og tekjuskattsskuldbindingin hún að lækka aðeins á milli ára, 7,6 milljónir var 7,9, lækkar 300.000. Þannig að langtímaskuldir 148,6 en voru 135,5 í árslok 24. Skammtímaskuldir, viðskiptaskuldir og aðra skammtímaskuldir að aukast þarna 9,7 milljónir, fara úr 46,7 í 56,4. Þetta helst aðeins í hendur við byrðirnar líka hjá okkur. Ógreiddir skattar að lækka 1,3 milljónir, 1,7 var 3 milljónir í árslok 24 en skammtímaskuldir við lánastofnanir að aukast 19,4, voru 51 í árslok 24 og eru 70,4 í árslok 25. Þannig að skammtímaskuldir 128,6 en voru 100,8 í árslok 24. Eigið féð 270,3 milljónir evra í árslok 25, var 273,2 í árslok 24. Þannig að heildar eigið féð að lækka 2,9 milljónir evra. Í ár þá kemur í gegnum, þá verðum við fyrir töluverðum þýðingamun af dótturfélögum inn í samstæðuna og það einkum að ræða Kóinor en gengi rúbíunnar gagnvart evru veikist töluvert á árinu. Sama má segja dollara, eignirnar dótturfélög okkar í Bandaríkjunum og í Kanada líka. Þannig að það koma yfir 6 milljónir evra í neikvæðan þýðingamun af dótturfélögum inn í eigið féð. Þannig að eigið fé og skuldir samtals 247,5 milljónir, var 209,5 í árslok 24, þannig að breytingum 38 milljónir. Hérna sjáum við eiginfjárhlutfall samstæðunar, þrátt fyrir þessa lækkun, þá var engu að síður eiginfjárhlutfallið töluvert sterkt. Það 49,4% í árslok 25, var 53,6% í árslok 24 og eiginfjárhlutfallið hefur verið svona í kringum 50% alveg frá 2016 þegar við keyptum Vonuna. Þá ætlum við að fara yfir uppbyggingu á iðnaðarsvæðinu Árik. Þannig að gera svo vel, Hjörtur. Já, takk fyrir. Já, eftir að við keyptum Kóinor og Indlandi þá eins og við komum fram að þá ætlum við að byggja upp þar og stækka og
og við leituðum að landi og fundum síðan mjög heppilegt land sem 120.000 fermetrar. Þar getum við byggt 76.000 fermetra. En við ætlum að ekki að nýta það til fulls, við ætlum að byggja 59.200 og sýna ykkur aðeins meira það. Hérna sjáum við kort af Indlandi og hérna sjáum við sem sagt Mumbai sem hét Bombay í gamla daga. Og við erum með starfsemi á tveim stöðum, aðalega á tveim stöðum í Selu, þar sem aðalverksmiðjurnar eru, og netavesta í Jalna. Þegar við kíkjum hérna meira til hægri, þá svona nákvæmara kort. Hérna séum við aftur Mumbai, Selu og Jalna. Og í Selu þar erum við með 3 verksmiðjur sem að framleiða garn, kaðla og net og þar flatamál verksmiðjana 51.000 fermetrar. Og síðan í Jalna þá erum við með netavestæði sem 5.476 og svona til að skýra fjarlægurnar að til þess að komast að verksmiðjunum okkar þá fyrst flug í klukkutíma eiginlega mest í austur. Og þar Aurangabad sem stór borg, hún síðast töldu þá voru 1,2 milljónir sem að byggu þar og síðan klukkutíma akstur austar, þar Jalna, þar sem með netavestæði og síðan tekum við 2 tíma akstur í suðaustur til Selu, þar sem með þessar verksmiðjur, þar sem að framleiða kaðlana og netin. Og þið sjáum hérna niðri á glærunni. Til vinstri sjáum við elstu verksmiðjuna sem var stofnuð 1984. Í miðjunni sjáum við stóru kaðlaverksmiðjuna sem svona hjartað í starfseminni í dag og til hægri niðri þar netavestæðið sem við rekum núna í Jalna. Síðan í appelsínugula punktinum að þar erum við búin að fá þetta land sem 120.000 fermetrar inni á mjög góðu iðnaðarsvæði og þar ætlum við að byggja núna og erum reyndar byrjaðar að byggja 59.200 fermetra og ég ætla að sýna ykkur myndband af byggingunum sem við erum að fara að reisa.
Hérna sjáum við síðan yfirlit yfir hvernig byggingaframkvæmda áætlunin og þurftum náttúrulega að byrja á því að sækja bygginga og starfsleyfi sem er töluvert þarna langt ferli en við erum komið með sem sagt þau leyfi núna. Þannig að núna í febrúar þá var þetta að byrja á því að byrja á því að jafna út landið og afmarka það. Þetta er náttúrulega gríðarlega stórt land, 120.000 fermetrar. Og síðan byrja núna í mars, þá byrja sjálfa byggingaframkvæmdirnar og við erum að byggja hana eiginlega 4 hús, 2 stóru verksmiðjuhús, byggingu 2 og byggingu 3. Þið sjá á vídeónu byggingu 1 sem er eiginlega minnsta byggingin, hún er 14.000 fermetrar. Við ætlum að bíða aðeins með hann og sjá hvernig húsin nýtast. En svona ég pínlítið var að áhyggjur af því að húsin sé of lítil. Þannig að við erum kannski stuttið við byggjum þessa 14.000 fermetra. En byggingarnar að þær verða byggðar núna í vor og í sumar og svo fyrri, hún á að vera tilbúin í lok júlí og svo seinni stóra á að vera tilbúin í lok ágúst. Skrifstofubyggingin er byggð að mestu leyti samhliða. Hún er 2000 fermetrar og hún á að vera tilbúin í lok október og það sama á við eldhús og þjónustubygginguna sem er 1200 að hún á líka að vera tilbúin í lok október. Og síðan þurfum við að setja hérna upp gufukatla og verkstæði og síðan að ganga frá akstursleiðum og bílastæðum og síðan garðinum og verklok eru áætluð í lok nóvember. Og þetta er náttúrulega gríðarlega hraður og mikill byggingarhraði. En við erum búin að semja við stóran verktaka sem heitir Eskon og hjá þeim starfa 6.000 byggingaverkamenn og 1.200 verkfræðingar. Og meðan á byggingun okkar stendur þá verða 500 manns á svæðinu. Og það skýrir hennan mikla hraða og þarna náttúrulega aðstæður til bygginga afskaplega góðar, þarna veður ekkert að trufla eða neitt slíkt. Þannig að ég ætla að sýna ykkur hér mynd, drónamynd sem var tekin af byggingasvæðinu og bara tekin núna á þriðjudaginn. Það er nú ekkert hljóð með henni, ég ætla bara að tala með myndinni. En hérna sjáum við sem sagt landið okkar, hér er vegur sem liggur hér í kring og ég hef minnst á einhvern tíðan áður. Hann er 2 tvöfaldar akreinar og hérna til vinstri, hérna sjáum við svona litabriði. Hér er svona neðanjarðargöng þar sem að í eru allar lagnir, raflagnir, vatnslagnir, skorplagnir, ljósleiðarar og annað slíkt. Og landið okkar afmarkast af veginum og er hér á milli og síðan að endanum að það sem er verið að grafa út. Þannig að þetta svæði hér, þetta er eiginlega 4 byggingalóðir og þar sem við erum með stærstu nágrann okkar sem er að framleiða allar japanskt fyrirtæki sem er að framleiða heimilistæki. Þeir eru byrjaðir, búin að búa hér til að grafa niður og setja undirstöður og enn á landinu okkar að þá er unnið á fullu við að hreinsa jarðveginn ofanaf og það er komið hér niður í klopp og það er kannski að sést kannski ekki vel en það verið að brjóta hérna ofan á klöppinni og við erum að flytja efnið héðan og fylla upp hér við veginn til að gera það allt í sömu hæð og það verður cirka 1,8 metr fyrir ofan veghæðina. Nú hér fyrir sunnan þá sjáum við hérna lítinn bæ, hann heitir Karmat og þar búa núna rétt 10.000 manns og síðan hér til vinstri þá sjáum við inn á svæðinu að þar er fyrirtæki sem er búið að byggja upp á þessu árik svæði og þetta er bara lítill hluti svæðisins og hlutin sem er fyrir austan, myndavélin, hún horfir eiginlega í suður en það sem er fyrir vestan það er að stórum hluta fullbyggt.
Svo til gamans þá má sjá að það eru staðið stöku tré hér inn á landinu en þeir eru mjög strangir með það á Indlandi að varðveita gróður. Þannig áður en byrjum að byggja þá þurfti að fara mjög vandlega yfir allt svæðið, skoða trén, gefa leyfi fyrir að fjarlægja ákveðin tré. En þetta eru tré sem að verða eftir og við komum til með að nota síðan þegar við göngum frá landinu. Nú síðan þegar kemur að því að flytja vélar inn í húsnæðið, að við reyndar byrjar að flytja vélar nú þegar og búin að flytja kaðlavélar til Selú og þær eru komnar í notkun. Við erum búin að flytja mikið af saumavélum til Indlands og það eru saumavélar til að sauma saman fiskeldis-kvíar og við erum búin að framleiða í Hampiðan Baltic. Við erum að framleiða 100 tonn af hnútalausu neti, 60 tonn eru komin til Indlands og 20 tonn leggja stað og síðan koma síðustu 20 tonnin og þá að vera komin nóg efni til þess að hefja framleiðslu. Síðan eru búin að taka niður vefstóla sem framleiða hnútalaust net í Noregi og flytja þá þetta eru 2 vefstólar sem eru búin að flytja til Indlands. Þeir verða gangsettir, þarna komin í gang fyrir lok maí og síðan erum við að taka niður 2 vefstóla til viðbótar í byrjun júní og þeir verða tilbúin til notkunar í lok september. Síðan erum við að taka niður vefstól sem í Hampiðan Baltic og flytja hann út og þessar síðustu vélar að fara beint inn í nýju verksmiðjuhúsin. Og síðan eigum við að flytja enn meira af saumavélum og síðan netaframleiðslan sem í Hampiðan Baltic, flytjum hana yfir. Það tekur lengri tíma vegna sem við getum bara flutt fáar vélar í einu. En allavega að allt sem snýr að fiskeldinu, að það verður komið þarna út og í fulla notkun í lok október samkvæmt þessari áætlun. Ég ætla aðeins að koma hér inn á starfsþáttagreiningu. En hún hefur svona vaxið með fyrirtækinu, hefur vaxið með eftir því sem við keypt fleiri fyrirtæki, þá er bætt við þarna starfsþáttaflokkum. Við erum núna með 6 starfsþætti. Fyrsti þátturinn er móðurfélagið ásamt framleiðslufyrirtækjum. Það er sem sagt Hampiðan HF og Hampiðan Baltic í Litáen og Covinor Ropes. Síðan eignaðust við fyrirtæki á Írlandi og seinna í Skotlandi og það var starfsþáttur 2. Starfsþáttur 3 er Kosmos í Danmörku og síðan söfnuðu saman í einn starfsþátt öllum svona minni dótturfélögum Hampiðanar, bara víða heim. Síðan eignumst við Vónina og þar gerum við úr því sérstakann starfsþátt og síðan 23 það eignumst við Mörnót og það verður þá 7. starfsþátturinn. Og okkur finnst þessi greining ekki vera nógu skýr, þannig að núna á þessu ári ætlum við að breyta henni, þannig að fyrsti þátturinn hann verður eiginlega óbreyttur, það er Hampiðan HF og Covinor og Hampiðan Baltic. En síðan verðum við starfsþátt þar sem er eingöngu veiðarfæri og það eru öll fyrirtæki Hampiðanar sem eru í veiðarfæragerð. Og síðan verður starfsþátt 3 sem er eingöngu fiskeldi og það erum búin að safna saman öllu fiskeldis þjónustu og sölu í eitt fyrirtæki, eldi eins og við sáum áðan og það verður sem sagt í einum starfsþætti. Og síðan í 4. þættinum að þá verður útsjáariðnaður sem að kallast á ensku offshore, að það er með 2 fyrirtæki, Hampiðan Advant í Noregi og Jackson Offshore á Skotlandi. Og þetta ætti að gefa miklu skýrari mynd af starfsemi Hampiðanar þegar að framlíður og við birtum fyrsta starfsþátt yfirleitt samkvæmt þessu núna fyrir fyrsta ársfjórðung 26. Nú aðeins að segja frá horfunum á næstu mánuðum og þá ætla ég að taka það eftir þessum starfsþáttum. Við ætlum að byrja á framleiðslunni.
en þar getum við sagt frá því að verkefnastaðan á efnum til veiðarfæraframleiðslu og á fiskeldiskvíum. Staðan er almennt góð í byrjun þessa árs. Það er gengið afar vel að færa innkaup á snúnum köðlum sem samstæðan notar yfir til Kohinoor. Fyrir kaupin þá keyptum við af Kohinoor 510 tonn. En það er eins og áður hefur komið fram að þá þekktum við Kohinoor ágætlega, vorum búin að vera með samning við Kohinoor í nokkur ár áður, þannig að hluta viðskiptunum var þegar komin til þeirra. En á síðasta ári þá jókst þetta upp í 1508 tonn og afgangurinn, hann er að færast á milli núna í ár og er 1200 tonn. Svona til þess að setja þetta í samhengi þá þegar að kaupum Kohinoor, þá er Kohinoor að framleiða 14.200 tonn af efni. Þannig að vera að bæta þarna töluvert mikið í. Nú það er mjög mikið að gera hjá Kohinoor í framleiðslu á fiskeldiskvíum og ég nefndi þarna áðan verkstæði í Djalna og það dugar ekki til og til þess að anna öllum verkefnum þá höfum tekið á leigu stóran vinnusal sem er nálagt núverandi netaverkstæði. Það netaverkstæði er 5.476 og salurinn er þarna eitthvað 3.000 eða 4.000 fermetrar. Og í þessum viðbótarsal þá verðum við með þjálfun á starfsfólki til þess að taka við framleiðslunni sem er núna í Evrópu og við ætlum að flytja til Indlands í haust. Nú aukin framleiðsla á veiðarfæraefni í Hampiðan Baltic í Litáen fyrir eigin fyrirtæki samstæðunar er sífellt að aukast í kjölfar kaupana á Mörunótt og það mun skilja eftir aukna framlegð innan samstæðunar. Nú orkuverð í Litáen eins og bæði rafmagn og gas er í jafnvægi og hráefnisverð er stöðug og framboð er gott. Við erum með fasta samninga rafmagn og gas fram á mitt næsta sumar. Hráefnisverði það sveiflast með heimsmarkaðsverði og hefur verið bara mjög stöðugt undanfarin ár eftir að náði jafnvægi eftir COVID. Hráefnisverðin þau sveiflast með olíuverði og það sem að við sjáum er yfirleitt að ef olíuverð hækkar eða semst hækkar eitthvað verulegt að þá erum við að sjá það birtast í hráefnisverði svona 2-3 mánuðum síðar. Nú varðandi veiðarfærin, þá er verkefnastaðan í veiðarfærinum ágætt en þá má búast við að veiðarfærakaup útgerða við Norður-Atlantshaf litist af minni kvóta á makríl, á kolmunna og á Barentshafs þorski á þessu ári. En fyrirsjáanlegur minni kvóti, hann hefur valdið miklum verðhækkunum á þorski, makríl og kolmunna, þannig að þessi áhrif kvótaminkunar, hún verður minni en ætla mætti á fjárhag útgerða. Og það er náttúrulega mikilvægt fyrir okkur að þau standi vel, því að þá er viljinn til að kaupa veiðarfæri meiri. Nú góð loðnuvertíð skila sér vel til íslenskra útgerða og notkun á nótum sem hefur ekki verið nein undanfarin 2 ár í loðnuleysinu mun skapa töluverð verkefni hér á landi, sérstaklega þegar kemur fram á haustið þegar verður farið yfir næturnar fyrir næstu vertíð. Og lægðin sem var í sölu á veiðarfærum í Bandaríkjunum á fyrrihluta síðasta árs og sem orsakast að lágu verði af alaskaufsa, að það gekk yfir og þetta ár fer virkilega vel að stað. Og þróun á flóger, við erum alltaf að reyna að þróa og bæta. En flóger það er botnrólslengja sem kemur í stað gúmmíbobbingalengju. Sú þróun hefur gengið vel og hún verður fullbúin til sölu á næstu mánuði. Síðan fer yfir í fiskeldið. Þá eins og kom fram áðan, þá tók sameinað félag til starfa núna í byrjun ársins og fór afar vel af stað. Og eins og ég nefndi áðan, þá var þessu virkilega vel tekið og með þessari skipulagsbreytingu að þá fáum við mjög gott tækifæri til þess að samhæfa
og styrkja sölu, þjónustu og vöruþróun innan samstæðunar. Og vöruþróun fyrir fiskeldismarkaðinn að hún búin að vera gríðarlega öflug allt frá byrjun síðasta árs. Við kaupum mörnót sumarið árið fyrirhluta ársins 23 en byrjum strax að huga að vöruþróun og mörg stór verkefni fóru af stað í byrjun síðasta árs sem við kynntum síðan á sýningunni Akonor í Noregi í ágúst í fyrra og þau verkefni eru að gefa ávöxt núna. Verkefnastaðan góð í framleiðslu á nýjum fiskeldiskvíum og afkastagetan fullbókuð fram á sumar á Indlandi. Á netaveistaðinu 2 í Litáen, Voni Lithuania og Mörnót Baltic. Þar framleiðslugeta bókuð til loka maí. Og það bara gott útlit með sölu á fiskeldisbúnaði næstu misseri, sérstaklega í stífu HDPE, það High Density Polyethylene, fiskeldiskvíum, en það eru allar framleiddar hjá Kohinoor á Indlandi. Og þetta efni, það stíft, það ekki hægt að nota við það saumavélar. Það verður að handsauma sauma allt í höndum, gríðarlega vinnufrekt verk og við vorum bara ekki samkeppnishæfir með svona kvíar með framleiðslu í Evrópu en eru núna mjög vel samkeppnishæfir með framleiðslunni hjá Kohinoor. Nú eins og ég sagði áðan, þá efnið úr hnútalausu næloni sem framleitt hjá Hampiðan Baltic ásamt saumavélum. Það komið til Kohinoor og þjálfun starfsmanna hefst núna á næstu vikum og þeir starfsmenn sem við erum að þjálfa upp að þeir munu flytjast til Árík þegar 28.000 fermetra netavistæðið sem verður reyndan það stærsta í heimi verður tilbúið til notkunar. Nú við töluðum áðan mikið aflagðan kostnað við aflagða starfsemi og hagræðingar aðgerðir síðasta árs, sérstaklega lokum Örn og Danmark í Danmörku og Póldan í Pólandi, verður styrkja reksturinn á þessu ári. En engu síður við erum áfram að vinna að hagræðingar aðgerðum í kjölfar stofnunar eldi sem lækka kostnað þegar líður á árið. Og ég var að tala vöruþróun áðan og eitt af því sem við kynntum í Noregi á síðasta árið kerfið Biosize. En það kerfið sem safnar og dælir upp úrgangi frá laxi í fiskeldiskvíum ásamt óétnu fóðurkorni. Og þetta verkefni í mjög góðum farvegi og við erum búin að ná fyrstu sölunni og þetta að fara í notkun. Og fyrir fiskeldið þá skiptir þetta gríðarlega miklu máli að ná öllum úrganginum sem annars myndi falla á sjávarbotninn. Og þegar þetta situr á sjávarbotninn tekur það til sín súrefni og minnkar súrefnisstigið í vatninu þannig að aðrar lífverur á svæðinu eiga erfiðar uppdráttar og þá líka þetta takmarkandi þáttur fyrir að auka fiskeldið á viðkomandi svæði. Þannig að með því að hreinsa allt upp að þá möguleika að auka laxeldið á svæðunum. Og þess vegna eðlilegt að fiskeldisfyrirtækin hafi gríðarlegan áhuga á þessu. Nú síðan með útsjáariðnaðinn sem heitir á ensku bara einfaldlega offshore að þá mjög góður gangur í sölu á ofurtógum og ofurstrófum fyrir olíuiðnað og í djúpsjávarverkefni og stór verkefni í vinnslu hjá Hampiðan Baltic. Og slitbekkurinn sem við settum upp síðastliðið sumar hjá Hampiðan Baltic í Litáen og hann gerður fyrir alltaf 2000 tonna átak og hann getur tekið alltaf 104 metra langa strófur. Hann búin að vera í mikilli notkun í vetur. Og það geta boðið upp á allt ferlið, framleiðslu og álagsprófunar vottun á sama stað. Það gefur Hampiðan Baltic mikið forskot og það hefur sýnt sig aukningu á framleiðsluverkefnum í ofurstrófum. Og þarna sem búin að fara yfir svona horfurnar í næstu mánuði í þessum 4 þáttum og við erum að koma á framfæri sem við ætluðum að segja. Þannig að nú spurning hvort að þið hafi einhverja spurningar uppgjör eða annað sem við vorum að tala um. Og ég vil líka nefna að við erum að senda sjálfsögðu út reikningana á kauphillana í dag.
með því fylgir umsögn og það margt í umsögninni, smáatrið og annað slíkt sem hefur ekki komið fram hér, sem það til staðar. Þannig að ég hvet ykkur endilega til þess að kíkja á það og lesa vandlega. Það einhverjar spurningar? Jón, þú ert að taka við spurningum sem koma inn með tölvupósti. Já, það ekkert komið en þá allavega. Nei. Eitthvað á salnum? Þið eru greinilega búin að fara mjög vandlega í gegnum það. Já, greinilega. Ef að gefa þessu nokkra sekundur í viðbót með tölvupóstinn. Það kemur ekkert. Fyrir þá bara þökkum við fyrir okkur og óskum ykkur góðs dags. Kærar þakkir.